Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Sigurður Már Jónsson heiti ég og gestur minn í dag Þórður Pálsson sem að stýrir fjárfestingum hjá Sjóvá og hefur nú komið áður hérna í þáttinn til okkar. Vertu velkomin Þórður. Takk að kæla fyrir. Það hérna, mér finnst það nú bara áhugaverð tímamót núna að fá því í þáttinn við, það er kannski alltaf tímamót í blessuðu hagkerfinu okkar en sko, stundum hefur nú talað þig sem svona svolítið vaxtahauk og þú varst eiginlega búin að spá því kannski mörgum árum að nú fengjum við að sjá vaxtalækkun sem að koma á daginn sem að kannski ekki mikil en þó, það er breyting og alls ekki kannski í samræmi við þær verðbólgutölur sem við erum að horfa á og annað slíkt þannig að Seðlabankinn er að horfa á aðra hluti í dag og við erum að upplifa svona talsverðar breytingar í hagkerfinu. Það er kannski fyrst bara að spyrja því svona ef við tækjum ykkur að punktstöðu á hagkerfinu akkurat núna sko, við vorum aðeins að gantast með það hérna við rétt áður við fórum í lofti sko að það er nú eiginlega alltaf svolítið dauðans óvissu tímar í hagkerfinu, það er aldrei sko easy rætt á neitt hátt en ef þú tækir punktstöðu núna, hvernig myndur þú sjá það? Já, sko ég held með þess að ég hafi meðalans orðað þannig að ég óttast að Seðlabankinn myndi sjá sig kúni eða peningastendur til þess að lækka vexti sem að óvarð raunin og ég held að við höfum séð sko beygjuskil í hagkerfinu núna í haust mjög skörp og maður bara fann þetta allt í kringu sig og sá þetta á fréttum og þá kannski ef við horfum aðeins á svona, þá stöðu sem við erum að koma úr svona, frá COVID árunum þar sem kannski svona mörg megin mistökin liggja en þá sjáum við að til þess að bregðast við farsóttunni að þá gaf ríki verulega í útgjöldum og Seðlabankinn slakaði verulega á vaxtahaldinu. Nú kannski í upphafi farsóttarinnar að þegar að einhverjir að minnstakosti héldu að þetta væri miklu alvarlegra en það reyndist vera og bara þessi menn sáu bara fram á að hagkerfið myndi allt lokast út af stórfelldum dauðsföllum og annað slíkt að þá var þetta kannski skiljanlegt og þá sögðu menn líka að ef að það kemur síðan í ljós að þetta er ekki eins alvarlegt og við hyggjum að þá getum við snúið þessu við og þar kannski liggja stóru mistökjum eins að löngu eftir að það var orðið ljóst að farsóttin var ekki alvarleg og menn óttuðust að þá héldu menn áfram ríkisútgjöldunum og ekki nóg með það að þá hélt Seðlabankinn líka vöxtum of lágum allt of lengi. Ofan á þetta bæti síðan að í COVID að ólíkt sko flestum nágrannalöndum okkar að þá jókst kaupmáttur. Þannig að ef við kannski erum núna með þessa þrjá þætti sem ég held að sé alveg almennt viðurkennt að geti haft mest áhrif á þróun verðlags í landinu þá fyrsta lagi ríkisútgjöldin. Við vorum með 3 ára skeið 21, 22, 23 þar sem að hagvöxtur var í kringum 20% uppsafnaði yfir sig í 3 ár og halli á fjárlögum 12,4%. Og fjármálaráð hefur tekið saman í sínum skýrslum borið saman aukin útgjöld til ríkisfjármála í faraldrinum hér og á Norðurlöndum. Þá kemur í ljós að öll Norðurlöndin juku ríkisútgjöld álíka mikið en það var aðeins eitt sem að dró ekki strax úr þeim og það var Ísland. Og þetta Ísland kemur á þetta vest út hefur farið vest út úr verðbólgunni á þessum löndum. Nú ef við horfum á vinnumarkaðinn að þá náttúrulega lokuðum við fyrir verðmætasköpun í hagkerfinu miklu leyti, lokuðum fyrir túrismann og margir sögðum sér svo vegna þess að einkennilegt og það nú er að þá er túrismin svona hataðasta atvinnugrein Íslands eins og hún hefur fært okkur mikið sérstaklega af þess að maður kalla mentamönnum eða frekar kalla skólamenn, vegna þess að kannski meira skólagöngun en menntun hjá þeim mörgum hverjum og síðan stjórnmálamönnum. Nú en á sama tíma og við lokum fyrir verðmætasköpuna þá jukum við jafnframt verulega laun og kaupmátt launa. Nú síðan á þriði þátturinn að þú veist, hvorki ríkisstjórnin í aðila vinnumarkaðarins hafa verið að vinna með verðbólgumarkmiðinu og þá er þetta þriði aðilinn Seðlabankinn og Seðlabankinn hefur vissulega unnið með verðbólgumarkmiðinu og reynda að standa við hlutverk sitt núna undanfarin misseri
en hann brást þó seint við og við erum að horfa á það að núna þetta orðin rétt rúm 2 ár þar sem að raunstýrivextir hafa verið jákvæðir. Almennt talið að svona hlutleysu raunstýrivextir eru 1,5%. Nú í faraldrinum að það fórum við yfir 2-3 ára tímabil niður raunstýrivextir sem á sumamæli hvar það voru allt niður í -5% og voru svona flestir í töluverðan tíma kringum -3%. Raunstýrivextir hafa núna verið í þessi 2 ára á bilinu 3,5 til 4%. Það er að segja þessi 1,5% tveimur yfir hérna, 2 til 2,5% yfir sko hlutlausi raunstýrivöxtum. Og það er margir sem segja, þessi raunvextir að kæfa atvinnulífið og þú veist, ég myndi segja it's not a bug, it's a feature. Það er það sem að Seðlabankinn að reyna að gera. Hann að reyna að minnka efnahagsumsvið vegna þess að þau eru bara meira yfir því sem hagkerfið þolir. En þú veist, þá verður maður að snúa dæminu við og spyrja, ok, ef að það kæfir atvinnulífið að vera með raunvexti yfir hlutlausum raunstýrivöxtum, hvað gerir það þá ef við með þá undir? Og við vorum með þá undir í allt og langan tíma sem þýðir það að fjármagn virtist vera ódýra heldur en raunverulega var. Þannig að menn fóru í fleiri verkefni sem að heldur en kannski voru arðbær þegar að verð fjármagns eða fórnarkostnað þess var rétt metin. Og núna erum við að sjá svona, kannski að vindast ofan að því. Nú það sem að ég hef sagt það að í suma þegar maður horfði á hagkerfið þá segja maður, ok, við erum búin að vera með hana mikla fjárlagahalla, við erum búin að vera með þessar gríðarlega öru launahækkanir og við erum búin að vera með þessar allt og lágu vexti. Hefur svona einhvern tímann enda án þess að það yrði hörð lending. Og ég held að það sé bara ekkert dæmi það í Íslandssögunni og fá dæmi það í hagsögu almennt. Hins vegar sá maður engin teikn á loftum að það væri að fara að gerast. Síðan gerir það í haust að við erum að sjá þess að PCC á Bakka, það að loka og það kemur verið óvart að það opna aftur. Það loka fyrir opn í Elkem á Grundartanga og svo þetta alvarlega bílun hjá Norðuráli og síðan bæti þar við fallplay og síðan minni kvóti. Þannig að þegar þetta leggst allt saman þá myndi maður halda að það væri orðin beygjuskil sem að svona gætu gefið færi á vaxtalækkun. Seðlabankinn sagði við í gær að þeir teldu að þeir hefðu ekki lækkað vexti ef að síðasti þátturinn ekki komið til sem þessi gengislánadómur sem að hefur klossbremsað allt á fasteignamarkaði og mikla kólnun. Ég reyndar ekki vissin að ég held að þeir geta auðvitað ekki alltaf spurningum ef og hefði ég hugsað að jafnvel þó ekki hefði til þess komið að þá hefði Seðlabankinn íhugað að minnsta kosti alvarlega ef ekki bara beint lækkað vexti. Þannig að núna erum við að sjá að eftir mikið uppgangskeið og mikla þenslu að þá hagkerfið að jafna sig og það jafna sig á því að ganga í gegnum samdrátt. Erum við að upplifa harðalendingu? Sko, við erum nú alltaf fixuð á þetta, ef það verði breytingar þá allavega verði lendingin mjúk og nú sko kannski stundum eins og slæmtíðindi þau svona, eða slæmar ákvarðanir dragist hverja annari. Það eins og við kannski ef við horfum á til dæmis sko orkufreka iðnað okkar Íslendinga og orkuframleiðslu landsins að þá bara ef maður horfir á til þess stórfyrirtæki eins og Landsvirkjun sem er bara í raun og veru ekki að skila neitt í sérstakri afkomu og þeir eru hreinlega farnir að sko afkoman tengist í bara hvað þeir geti selt sko mikið af kolefnis einingum sko og maður sér að sko þessi stóru félög sem þeir eru að selja eru í vandræðum, þessi stóru samningar og síðan menn bara horfir á þennan geira hagkerfisins sem við höfum sko haft tilnefningu til trúa hvað sem gerist þá höfum við alltaf okkar orkufreka iðnað, við höfum okkar góðu umhverfisvænu orku, við erum með mikla þekkingu inn í þessum bransa og síðan sjáum við kannski að við höfum bara vanrækt fjárfestingar
á þessu sviði sko og síðan má segja kannski ákvörðunum hækkun veiðileyfagjalda eins og þetta að æxlast þá er hún allavega ofan á annað að koma á mjög vondum tíma gagnvart atvinnugreininni sem augljóslega hefur dregið verulegur fjárfestingum bara til þess að fá svona stöðumat á hvað áhrif veiðigjöldin munu hafa þau uppi staðið. Þannig að sko, er þetta að leggja saman allt í heldur harða lendingu? Telur við séum að fara að upplifa það? Sko, við byrjum á hugtakinu hörlending, hvernig þess að alltaf þegar að fólk talar harða lendingu eða efnasamdrátt á Íslandi þá er það alltaf með sko hrunið eða formal áfalli í huga og við erum ekki að sjá neitt í líkingu við það vegna þess að bæði hefur þensla núna ekki verið jafn mikil og í aðdragandann þess og svo bara skuldsetning heimila fyrirtækja allt öðruvísi. Atvinnulífið er miklu meiri svona dreifing, áhættu dreifing í því, þannig við erum ekki að sjá neitt í því. Sjá neitt í líkingu við það. Þannig að það er spurning sko hvað hörlending er. Ég meina í Bandaríkjunum að þá tala menn samdrátt sko sem er að það sé neikvæður hagvöxtur 2 ársfjórðunga í röð og sem er svona kannski óþröng skilgreining fyrir Ísland. En síðan er það auðvitað þannig að það virðist vera svona gegnum gangandi í öllum efnahagsmódelum og eins og við horfum á hagspá Seðlabankans eða Hagstofunnar þá spá þeir aldrei harðri lendingu. En það sem ég óttast er að við erum að fara að sjá svona töluvert verri nýðursveiflu heldur en menn eru að gera ráð fyrir þar. Nú aftur samdrátt, sko erum við að fara að sjá harðalendingu, ég meina hagvöxtur á Íslandi á síðast ári, hann var neikvæður 1%. Það er nú bara það koma fyrirtækjana dróst verg landsframleiðsla dróst saman 1%. Afkoma versnaði líka. Og það sem kannski veldur ekki síður áhyggjum, það er það að framleiðni að hún minnkaði 2%. Seðlabanki núna er að gera ráð fyrir að framleiðnin aukist 1% í ár en framleiðni er að draga svo saman og þar með geta atvinnulífsins til þess að greiða hærri laun. Og við saknaði það svolítið að svona hagtalar sem við mitt datt í hug þegar ég var að skoða peningamál í gær. Ég er ekki leita mikið aðni en sem var alltaf byrt sem að var hlutfall launa af þáttatekjum og ég myndi að halda að svona, og er reynda alveg samfærað að svo tala sé orðin mjög há í sögulegu ljósi á Íslandi og ekki líkur og öðru heldur en að hún muni þurfa að draga saman. Þannig að svona bursi frá því hvað hvort að lendingin í hagkerfinu hvort að menn vilja kalla hana mjúka eða harða, ég held að hún verði harðari heldur en menn er að gera ráð fyrir þá erum við sjá fram á mikil átök held ég á vinnumarkaði og það kemur svona öðru vegna að við erum búin að upplifa svo mikið góðæri í tíma að í góðæri þá reddast allt. Þannig að þá getur alveg sagt að þetta er reddast, þannig að það mun reddast. En aftur á móti vaksa út úr vandanum sem alla stjórnmálamenn dreymir. Sigurður Ingi, sko, fráfarandi ríkisstjórn, hann taldi akkurat að við værum að fara inn í það skeið að við myndum vaksa út úr vandanum. Sko. Og núna aftur á móti erum við að fara að standa í stað, í besta falli og sennilega draga saman inn í enn meiri vanda, en þá er þá klum við segja, maður mann ekki hvað maður sagt íslensku, en á ensku heita það sko margin of error, þú veist að þol fyrir mistökum verður miklu minna. Og það þýðir það í næstu í síðustu kjarasamningum hafa menn verið að semja og deila kjarabætur, en mér er mjög ólíklegt að við sem að fara að sjá fram á kjarabætur á næsta árum og öllu líkindum einhvern samdrátt svona til skemmri tíma þó svo ég sé þetta mjög bjartsýnn á hort fram á veginn. Nú ef við tökum þetta, þið er ekki dótt í hug neitt skári í hugan margin of error, hvað að segja þetta villuð þólega hvað sem við að kalla þetta, að það kemur í ljósa mörg öðru leyti, að það
til að mynda hugmyndir ríkisstjórnarinnar skattlagningu og ferðaþjónustu. Þær eru þess að koma núna og vera að ræða þær á sama tíma og það fyrir séð og núverandi ársfjórðungi og í byrjun næsta árs að þá hafi framboð og flugi til landsins stegið saman 10%. Og þá ertu að fá ofan í það að ef skattar og skemmtiföraskip eru að fara að draga saman þannig að þú ert í raun og veru að sparka í atvinnugrein sem á undir högg að sækja. Við það bæti síðan auðvitað raungengi krónunar mælt til að mynda á laun var allan í línu ekki sér alveg 90 krónur lítilega að gefa eftir í sínum hæstu sögulegu gildum þannig að verðlag á Íslandi auðvitað mjög hátt og framboð til landsins að draga saman þá ert að fara að koma aukna skattheimtu. Sama með veiðilega gjöldin þess að hækkun á sem skatti á sjávarútveginn. Auðvitað mun það draga úr fjárfestingu í greininni og svo við það bæti síðan að þú ert með mjög dýrt vinnuafl og ert að keppa við niðurgreitt vinnuafl í ESB-löndum. Þannig að það mun að valda samdrætti í greininni hér og þá kemur þar að auki óskynsalegt hvort sem bara eitt og sér en þá kemur á sama tíma og við erum að sjá samdrátt í öðrum greinum. Þannig að allar þessar tillögur ríkisstjórnarinnar það oft með margar stjórnmálamenn að þess að þeir loksins komast komast að völdum. Þetta saman við sáum við Jóhannestjórnina sem byrjaði alltaf að breyta kvótakerfinu í stjórnarskránni og gangi í ESB og í hvað og hvað. Sérstaklega með svona vinstri sinna stjórnmálamenn eins og voru þá og maður sér núna stjórnlinda og eins og með Viðreisn sérstaklega sem að halda að þjóðfélagi byggist á svona skynsamlegum reglum og valbúðum frá stjórnmálamönnum að þeir alltaf hrinda öll í framkvæmd í einu. Það hefði verið miklu auðveldara fyrir að gera það ef við værum í miklu vaxtarskeiði. En núna þegar það kreppir að og við sjáum bara það ýmislegt innan sem að þarf að laga til dæmis eins og var í húsnæðispakkanum sem var einföldun og regluverki sem svona í raun og veru allt svona sletti aftur no-brainers við erum bara, akkur erum að skaða sjálfum okkur með íþyngjandi regluverki á byggingamarkaði. Þetta ætti í raun og veru að vera verkefni sem að stjórnmálin standa frammi fyrir hagræðingi í ríkisrekstri, einföldun og regluverki og hvernig skattkerfið geti stuðla að því að hjálpa fyrirtækjum að keppa alþjóðlega og keppa alþjóðlega og byggja traust atvinnulíf. Já, þess að auka samkeppnishæfni Íslands atvinnulífs og það eins og bara svona aðgerðir eins og eru boðað núna áramótin sem að fylgist með það sem kannski fjölskyldubílinn mun kannski hækka 1 til 2 milljónir króna. Minn gamli félagi hjá bílaumboði sem seldi mig bíl síðast, hann var að reyna að fá mig til þess að koma og endurnýja bílinn fyrir áramót. Og ég er búin að keyra það lítið og þarf ekkert á því að halda en auðvitað verður að benda fólki á að þessar breytingar áramótin mun hafa verulegar þeir eru að reyna að flýta fólki ákvörðunni hjá fólki að fá það til að koma fyrir þá til og maður finnst þetta rosalega undarlegt að standa í slíkum breytingaferlum með skattlagningu, vörugjöld og svona vöru þegar maður sér ekki að kalli neitt á það í sjálfu sér. Þannig að eins og varst að nefna áðan þegar við erum ekki í fyrirgefandi uppsveiflu að þá kemur þetta allt svolítið á mót okkur með þetta svipað eins og ég var að nefna áðan með okkar orkufreka iðnað að við höfum kannski vanrækt uppbyggingu dreifikerfis, uppbyggingu nýra virkjana og ég átta mig á því að þá vöru þróun sem þarf að vera innan þessa iðnaðar. Það er þetta vombriði ef við horfum á það eitt árið enn að Landsvirkjun verður kannski bara ekkit færum að skila neinum afgangi
ráði til eigenda sinna? Nei, þetta náttúrulega eina af þessum mistökum, þetta var svona, ég veit ekki hvað kalla þetta, velsælda sjúkdóm sem við erum búin að vera með í orkunni, að eftir að við reistum Kárahnjúka, í lauk 2007 og Ómar Ragnarsson fór og myndaði hann einhverja gæs sem að þurfti að flytja hreiðið sitt aðeins og var í stemmingi var svolítið þannig þá. Stemmingi var þannig að þetta var svona dómstags, en síðan reynda þeir sem hafa komið á svæðið og þarna og eins og víða annars það sem virkjun, þá sjáum við þetta að þessi dómstagsbár náttúrunum, en heldur myndir svona breytast í Mordor eins og í Hringadróttins sögu, en þetta hefur aldrei verið blómlegra eða fallegra, þannig að það algjör þvæla að náttúruvernd eða falleg náttúra og mannanna verk eða virkjanir fari ekki saman þvert á móti, þá stýður þetta sko hvort annað, en þá höfum við ekki verið í neitnu orkuöflun, og þetta er þetta eins og segir sko kom okkur illa núna, sérstaklega þetta hatur gegn dreifikerfinu, hvernig alls konar samtök var þvælst fyrir eðlilegu dreifikerfi árabil sem að hamlar núna mjög atvinnulífi. Og ef við horfum núna til þess á orkuna, að orkan er takmarkandi þáttur í heiminum, ekki, það er þetta aukið verulega verðmæti í íslenska orku, þetta loftslagsköld, að halda að mann geti hætt notkun jarðefna eldsneita, sem hefur verið varið triljónum dollara í, eða biljónum, heitur íslensku dollara í á undanförnum árum, þó að en á sama tíma þetta hefur hlutfall jarðefnaeldsneytis í heiminum haldist algjörlega óbreytt. En þá erum við að sjá ýmsar aðrar tæknibyltingar, við erum að sjá til eins og þessi gervigreindarbylting. Og það má þetta vel vera að það eftir að vera ból og mikið af þessum fyrirtækjum sem eru framalega í gervigreind í dag verða eflaust ekki til eftir 10 ár, en mörg þessi fyrirtækja sem eru á þessu sviði í dag og sem við jafnvel þekkjum ekki, þau eftir að verða stór. En alveg óháð því að þá erum við að sjá mikla orku þörf á Íslandi. Við erum til þess að sjá landeldið sem er mjög mikil orku þörf í og margar aðra greinar. Og svo er annað sem að gerist, að Ísland, það má vel vera að jafnvel með, það er fræðilega mögulegt, ég er ekki að spá því, að jafnvel með óbreyttri samsetningu stórnotendur í Íslandi, að þá muni samt sem að verðmæti orkunar aukast verulega, vegna þess að þau eru komið einn aðeila sem að, er með svona mikla spurn eftir orku, þá þrýstir hann upp, sem er núna gervigreindin, þá þrýstir hann upp verði á orku allstaðar, sem þýðir til mynda það að á íslensku orkuver eða til hans álver eða kísilver eða hvað eina verða miklu samkeppnishæfari miðað við önnur lönd þar sem það er kannski verið að keppa við gervigreindina. Nú síðan sjáum við mikla uppbyggingu í gagnaverum á Íslandi sem er mjög ábatasöm leið til þess að flytja út orku okkar. En gagnaverin náttúrulega eru ekki eins sko vinnuaflsfrek og kísilver eða álver, þannig að ef að orkunotkunin fer í auknum mæli yfir í þá framleiðslu á næsta árum að þá getur það orðið svona sársaukafull umbreytingavandi fyrir hagkerfi, jafnvel þó hagkerfið standi svo miklu betur að honum loknum, en það hjálpar auðvitað ekki þeim sem að kannski standa frammi fyrir atvinnumleysi jafnvel þó tímabundið sé. Nei, svo situm við náttúrulega uppi með svona loftslags- og umhverfisskatta sem við erum farin að, ef við bara horfum á félög í Kauphöllinu eins og Icelandair og Eimskipafélagið, að þá eru þessi skattafarnir að hafa bara talsverð áhrif og afkomu þessara félaga, og þetta hljótu við að undrast pílítið hagsmunagæslu Íslands verandi sko algjörlega upp á þessa samgöngu komin. Við keyrum ekki á milli landa og við tökum ekki lest á milli landa, þannig að þetta er alveg undarlegt að þurfa að horfa upp á þessi tilteklu félög, svo hvað hann við ljós við gjaldþrot Place að þeir skulduðu eitthvað 1200 milljónir í slíka skatta. Þannig að sko menn eru kannski ekki að fylgjast með þessu, en ef ég kannski tek þið aðeins inn í sko kaupallar umhverfið og sko ég held að og þú nefndir það nú áðan að það er margt sterkt í grunngerð íslensk hagkerfis, þó við séum búin að vera frekar sko að tala
hérna svona, hvað verður að segja, við sláum fram mörgu varnaðarorðum stöðuna, en þá margt líka sterkt í íslensku hagkerfi og við höfum þennan kaupallamarkað og mörg fyrirtæki skráð þar. Þar til dæmis sem maður horfir á fjármálamarkaðin, þú þekki það nú vel, þar eru sameiningar fyrir höndum, en leið rekstraskilur fjármálafyrirtækja svolítið þröngur stakkuskorin, þau eru skattlögð mjög umfram fjármálamarkaði erlendis, við erum enn að einhvern veginn svona horfa í baksýnispeilin með það og kannski maður hugsaði með yngri kynslóðin þarf hún alltaf að búa við það að hér eruð einhver mistök eða eitthvað áfall í hagkerfinu fyrir 17 ára síðan og við getum ekki bara tekið skynsamar ákvarðanir hvernig við ætlum að byggja upp þetta. Með þeirra langan inngang, hvernig horfur til dæmis hlutur fjármálakerfisins í hagkerfinu inn í kauphöllinu og svona kauphöllinu almennt séð? Þetta kemur kannski líka í beinu framhaldi sem við að tala með kolefnisskattana og þess að við erum auðvitað að taka á okkur gríðar álögur fyrir það að vera í EES-samningnum og þess vegna þetta gríðari vonbrigði og bara svona, hvað maður segja, í slettunum bara renna aftur ennsku fyrst ég byrjaði að ráði, slap in the face að við séum svo ekki með hennan fulla löðrungaðir. Já, löðrungaðir, já. Fulla hennan aðganga að innri markaðanum. Og þess vegna held ég reyndar allar hugmyndur að vera að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að ESB núna gjörsamlega klórulausar og að sýta strax til hlíðar þannig að það sé alveg á hreinu að fókus okkar stjórnmálamanna sé á hagsmuni Íslands en ekki eitthvað einhverju sér áhugamál eins stjórnmálaflokks jafnvel þó hann hafi fengið einhverjum bílni 15-20% atkvæði og sloppið inn í stjórn. Þessi fókusin þarf að vera á Ísland, ekki kjörgengi viðreisnar í næstu kosningum. En þetta mál sem með skattana á flugfélögin og skipafélögin, ég sakna þess að sjá svona ekki meiri umræði hvernig gerðist þetta eiginlega. Það voru þessi undanþágu ákvæði, það búið að snarskekkja samkeppnisstöðu til að mynda flugs yfir Atlantshafi fyrir íslensk flugfélög vegna þess að ef þú flýgur frá New York til segjum Frankfurt það borgar engan kolefnisskatt en vegna þess að það amerísk flugfélög og eru utan Evrópusvæðisins en ef þú flýgur frá New York til Keflavíkur og þaðan til Frankfurt og þá borgar kolefnisskatt og það líka fyrir til myndin að Spátnum fengið svo undanþágur fyrir Kanaríeyjar og aðra útverði og þetta sé svona hugmyndin að reyna að auka lestarsamgöngur sem að nú ymskipulagt af landflutninga og það menn ekki fara að nota hennar lestar í staðin, þetta fer bara beint á þjóðvegina og veldur sennilega þar að leiðandi enn meiri kolefnismengun ef maður líta það sem mengun en ella og þetta náttúrulega með ólíkjum hvernig þarna hefur haldið á hagsmunum Íslands. Nú ef við þá förum beint úr því sem er auðvitað lógist yfir í fjármálakerfið að þá aftur þetta sama, ég meina kostnað við fjármálaþjónustu á Íslandi er og mikill. Hins vegar að þá til hans í skýrslu sem að fjármálaráð gaf út fyrir svona 1-2 árum síðan eftir Ólaf Hjálmarsson framleiðun í Íslandi að þá hefur framleiðinu vinnuafls í fjármálaþjónustu svo atvinnugrein sem annarkvæmt veikist mest eða næst mest, ég man ekki alveg nákvæmlega og það er vegna þess að það er búið að hagraða í greininni. En þú hagraðir auðvitað ekki framhjá reglum og sköttum og nú maður sér stundum í umræðinni að það er þetta hugtak evruvexti sem er svona nánast alveg talað álfaduft þetta er eitthvað sem er ekki til en að það eiga að redda öllu en nei, það væri miklu skynsamlegar að fara að sjá hvað við getum gert í núverandi löggjöf á Íslandi til þess að lækka kostnað við fjármálaþjónustu
Og það til hans með alla þessa eigin fjárauka og sveiflauka og varúðarauka og hvað sem þetta heiti alls saman, sem í raun og veru bara svona byggt á brjóstvíkti Seðlabankans. Það stýðst ekki við neini svona empíriska raungögn, en það getur aldrei réttlega út frá þeim. Og þá getur við lækkað fjárbindinguna og þar að leiðandi nauðsynlega álagningu og svo lán. Annað atriði sem að þú getur gert, það þetta að lækka skattana. Það þetta mjög sérstakt hvað Ísland komið mikið áttina og jafnvel sérstaklega þeim sem að þykjast vera svo frjálslyndir og hlindir að hlutinni byggist á reglum, en við erum að fara alltaf í meiri sértæka skattlagningu og ýmsu greinar atvinnulífsins og þar hefur fjármálageirinn farið mjög illa út úr. Nú síðan það spurningin með regluverkið allt, en þar erum við svolítið illa sett, en þess að þar erum við undir þessu Evrópuregluverki. Ég held að myndir reyndar engin banki vilja fara út úr því, þess að við ýmsan ávinningaði líka, en enga síður að þar erum að taka á okkur mjög stranga kröfur til að mynda eigin fjárbindingu og þær byggja og eru sniðnar fyrir í raun og veru evrópsk ríki og svo náttúrulega annað sem menn gleyma oft að það þetta Evrópusambandið, þetta er ekki vitringaveldi þar sem að menn í hvítum kuplum koma saman og setja fram einhverja fastskrifaðar reglur, heldur þetta gríðarlega hagsmunapólitík sem þarna inni og bankaregluverkið þetta skrifað af stórum bönkum fyrir stóra banka og við erum ekki með neina stóra banka, þannig að þetta er mjög íþyngjandi fyrir þá, en allavega almenningur í landinu er að taka á sig meðal annars mikinn kostnað við í fjármögnunarkjörum fyrir aðgangina þessum innra markaði. Það til hans eitt af því sem núna við fáum Evrópusambandið sýnir okkur löngutöng í þessu kísilmáli. Þannig að en það sem sé hægt að hagraða mikið og bæta þó svo að við séum ekki til þess að ganga Evrópusambandið. Nú annað ég ætla nú sem ekki að tjá mig væntan eða meintan samruna Íslandsbanka og Skaga, en ég vinn í öðru tryggingafélagi, það kannski aldrei trúverðugt, en ég get kannski hort á samruna Kviku og Arion banka og það sem mér finnst þar að ég var að segja það, ég var svona nánars vonsvikin yfir að Kvika skildi fara í það, en þess að mér finnst það búið að vera góður sláttur á bankanum, en þeir voru komnir með til húsnæðislán í samkeppni við hina bankana og ég held að sé alltaf markaðsilla fyrir svona minni aðila, en ok, gott og vel, þeir allir þetta. Þá hefur verið svolítið umræðinni að hvort að ég á að selja frá eða skilja að eignastýringafyrirtækin eða sjóðstýringafyrirtækin. En sameining sjóðastýringafyrirtækjana, það kannski það sem að ég er svona spenntastu fyrir í þessum samruna Kviku og Arion banka. Vegna þess að það bara einfallega allt og mikill kostnaður í rekstri sjóðu í Íslandi og almenningur að borga allt og háar þóknanir fyrir þessa sjóði. Ég veit að þetta allt er svona hálft og kannski upp í 1% fyrir að vera í skuldabréfasjóð, þess bara í vörsluþóknun og ávöxtun og skuldabrifum eru kannski almennt 67%. Þetta er allt og mikið og ég held reyndar að það væri hægt að, þó ég sé ekki mæla með því, ég held að það væri hægt að taka öll sjóðastýringafyrirtæki á Íslandi og steypa saman í eitt og þú getur haldið starfsmannasetti nú reynu þeirra. Já, það er dálítið hagræðingar möguleiki þar. Já. Það var nú hressandi að kom til mín Eldur Ólafsson. Já. Kraftmikill maður sem ber nafn með reynd. Já, það má sannarlega segja það og það var svolítið svona frískandi að hlusta á hann og hann sendi, mér varst hann senda svolítið skilaboðið svo ég var aðeins að orða hér áðan með að sko við erum svona þessari kyslu sem var á lífi þegar bankahrunið varð og þarfræðingur og mann er svona upptekin að því sko
að kynslóðir sem eru að koma og eru að marka sér bás og eru að sjá tækifæri eins og Eldur sannarlega hefur séð og skapa alveg gríðarlega áhugavert fyrirtæki og fært inn á áhugaverð markaði og hann hefur lýst því ágætlega og hann til dæmis talaði einmitt að hann vildi nota íslenska bankakerfið með sér í þessari vegferð að við getum ekki svona tekið þessar ákvarðanir til þess að auka skilvirkni, samkeppnishæfni vegna þess að við erum svo mikið föst í svona einhverjum baksýnisspeglum við erum nú báðir horfum fram á veginn og viljum gera það það viljum við hafa söguna til að læra af en hún á ekki að dóminera yfir okkur og maður finnst það svolítið í ljósið þess að við höfum talað hér um stöðuna á ýmsum þessum skilgreindu mörkuðum hér á Íslandi að þá hafi menn svolítið mista og kannski vonbrigðin með þessa ríkisstjórn að hún skuli ekki taka sér það hlutverk að reyna að efla og bæta samkeppnisstöðun íslensk atvinnulífs sérstaklega eftir að við höfum svona ríkisstjórn þar á undan sem satt í 7 ár og enginn þeirra sem satt í þeirri ríkisstjórn horfið tilbaka með stoltum augum. Nei, en samt sem áður verðist enginn ennþá vera tilbúin að viðurkenna að gera upp þau mistök sem gerð voru þeirri ríkisstjórn. Nei. Það er mjög sérstakt. Já, sem er nú kannski ólíkt til að mynda ríkjálsmenn í Bretlandi. Já, kannski ég veit ekki, leiðtogarnir eru nú reyndar allir farnir nánast á leiðin út úr farnir eða á leiðin út úr stjórnmálunum sem stýrðu þeirri ríkisstjórn að við höfum kannski skilning á því ákveðnum rökum sem voru fyrir hendi þegar hún var sett saman en svo horfum við mjög með svona vonbrigði hvernig hún svona innan megin hennar eða hún svona dýnamíkin inn í henni var mjög skaðleg þegar upp var staðið en að þessu sögðu þá ég sagði sem kannski enga sérstaklega persónulega væntingar til þessar ríkisstjórnar sem að kom núna en þó, maður hélt að þetta væri einu fólk sem vildi vera framsýnt og svona drifið áfram að hefði reynslu og þekkingu innan úr atvinnulífinu og þarfram til göttunum. En það er bara, eins og segja, við höfum rakið hér nokkuð tilfelli þar sem er verið að leggja álögur á atvinnulífið og stjórnin er kannski komin bara á stað sem hún gat ekki látið sér dett í hug þegar hún tók við. Já, ég veit ekki, það veist, með þess að ríkissjóð, ég myndi nú segja kannski svona bara sá flokkur sem eini sem hefur komið óvart og þessu valdi verulegum vonbrigðum, þetta er Viðreisn, þannig að svona margir horfðu á það sem atvinnulífsflokks en svona, ég held að það sé bara áratugir síðan ef við sáum baklandi í Viðreisn er mjög atvinnulífsorienterað maður fylgist með mjög mörgum sem hafa átt afskipt og tengslin í atvinnulífi sem að telja sig vera baklandi í Viðreisn og talar alltaf öðruvísi kannski heldur en ráðherra og síðast þú varst með Viðreisn stjórn og þá varstu með Þorstein Víglundsson og Bindi Jónsson sem ráðherra og ég held að það saki að enginn þá að vera neikvæður í garð atvinnulífsins þannig að það virðist hafa orðið einhver svona skipti en svona að því sögðu að þá er það sem við erum að sjá núna og held ég að tala sem er bæði með þessa ríkisstjórn og þá síðustu að við erum með algjör stjórnleysi í ríkisfjármálum. Það bara hleðst utan á ríkið og það er aldrei neitt hætt. Og það held ég að sé svona svolítið verkefnið og kannski það óöfunnsverða verða hlutverk sem að núverandi ríkisstjórn situr uppi með í samdrættið allan ekki vexti að það þarf að fara að taka til í hinu opinbera, það þarf að fara að skera niður og þá þarf að fara að lækka skatta. Nú stjórnin er alltaf með þetta að þau vilja lækka þykist alltaf ætla að minnka hallan með því að hækka skatta en síðan er því þetta alltaf eitt. Ég meina við sjáum bara til að mynda þessa skattlagningu á sjávarútveginn sem er til þess að gera upp svo kallar innviðaskuld. Hvað hefur verið tilkynnt mikla innviði síðan? Ekki neitt. Síðan er þetta alls konar gælumál ríkisstjórnarinnar sem hefur verið hleypt í gegn. Nú síðast þessum
sáttmála fyrir samvíkina sáttmála fyrir sko löggildingu á þessu sem er alls ekkit algengt í nágrannalöndum að hann hafi verið löggildur. Þetta er engin sáttmáli, þetta er bara svona óskalisti sem að einhver svona GONGOs eða Non-Government Organizations hafa komið í gegn hjá Sameinuðu þjóðunum að skrifa upp á en alveg burt sér frá því það er kannski ekki punktur minn sko, með þennan sáttmála en þessu fólk getur bara verið með honum og mót honum en alveg sama hvort það er með honum og mót honum þá blasir við að þetta er veruleg kostnaðar auki, þetta eru 14 miljardar segja sumir en það fór ekki fram neitt mat á þessu og það er líka ekkert fyrir fjármögnunina og þegar þú ert alltaf ítandi svona boltum undan þér og þarna var þetta væntanlega til þess að sýtinga dúsu upp í flokk fólksins sem að og flokku fólksins Íslendingar er ekki neinum vandrar með að skilja hann en hann er klassískur fyrirgreiðslu pólitískur flokkur og íslenska vísu en 14 miljardar og það fer ekki fram neitt mat og þá náttúrulega bara heldur áfram að hlaðast utan á hallan og það heldur áfram að molna undan sko fjárhag sveitafélagana og þá rekast menn alltaf í einhver svona aðgerð frekar á þess og þá er þetta viðhorf sem að mörgum í atvinnulífinu sárnar svo frá ríkisstjórnin að atvinnulífið er bara skattstofn það er ekkert merkilegt í atvinnulífinu, þetta er bara skattstofn en þá náttúrulega bara er ríkisstjórnin bara komin í því að það þarf einhvern veginn að redda tjekkheftinu fyrir mánaðamót og þá er það í skattakarni. Já, sem væri, sko, ef ég leyfi mér að sletta, Þórður, stagflation, sko, orð sem að eiginlega má alltaf segja upphátt, sko, þetta er svona eins og Voldemort viðskiptalífsins, sko, er hætt á að við séum, maður finnst það einhvern veginn svolítið andstætt íslensku hagkerfi, sem sagt, að vera stattur í stagflation, en sem þar sem að við erum bæði með samdrátt eða sko þjóðframleiðslan er að draga saman og verðbólgan að aukast. Er hætta á að við séum að lenda í slíku ástandi? Að ég byrði að vera svona ég senda í spámannssæti inn í restina. Ég myndi segja að það var svona mesta hættan en sko það er ekkert sem bendir til að við sem að festast í því ástandi. Og til þess að það gerist en þú veist og þá nú þegar við fann að hugsa ennsku og það reyna að sletta ekki ég verði svona ekki eins og þú það er styrleikið á í alls konar eins og til eins eða tregða eins og til mynda á vinnumarka geta ekki brugðist við og horft í augu tregða í ríkisútgjöldum að þau bara aukast og hallin eykst sko og síðan þá sem að skýða sér alltaf í þrýstingi á Seðlabanka að halda vöxtum lægri heldur en ella við þekkjum það náttúrulega mér finnst það svo galið að vakið litla athygli að við erum bara virkilega ástandi þar sem að ríkissáttasemjari hringir í Seðlabankasjóð til þess að reyna að væla út að hækka ekki vexti þegar það blasir við öllum að vaxtahækkun algjörlega nauðsynlega það sýnir hversu súrrealískt ástandi er búið að ríkið hérna á Íslandi en ef okkur tekst ekki að brjóta þessa tregðu þá er þetta hætt við að við gera það og þess vegna, ég myndi segja svona eitt aðalverkefni framundan Íslandi, það er að sko halda friðin á vinnumarkaði. Við erum með núna friði í einhvers 2 ár og það er eins gott held ég að horfu verði orðnar bjartari að þeim liðnum þegar næstu kjarasamningum komi þannig að það verður svona hægt að ná einhverjum samningum að þess að verulegra átaka komi. Nú getum við eins farið að tala jólasveinin, sko. Já. Það er nú árstími. Já, það er árstími, sko, það væri svo sem ágætt ef bara núna menn horfðu inn á við á vinnumarkaði og tæki nú þetta samtal sem að þarf til þess að svona realisera stöðuna ástandið. En þetta er allt hægt og svo við erum bara með skýrt dæmi fyrir fram okkur. Ég hugsa líka stundum þegar maður horfum út við vorum að tala um ríkisfjármálin og óreiðina þar og núna er Ísland náttúrulega orðið sko svona smáflokkaland, Samfylkingin er að vísu stærst og mátt segja stórflokkur allir hínir flokkarnir eru orðnir smáflokkar
og þegar þú ert með smáflokkastjórnir þá er það yfirleitt ávísun og pólitískun óstöðuleika. En þú veist, við erum með nágranna þjóð okkar, vinaþjóð og mörguliti fyrirmynd Danmörku og þar hafa þeir haldið mjög vel á ríkisfjármálum alveg síðan að Poul Schlüter tók við og fór með kartoffelkúren, það lítar mega slett á dönsku. Jú, það er bara Poul Schlüter fyrirmyndar kartoffelkúrin góði. Já, kartoffelkúrin góði og Danir hafa haldið þessu og Danir hafa haldið friðin á vinnumarkaði og látið útflutningsatvinnugreinar ákvarða launaþróunina. Þannig að þetta er alveg hægt. Við þurfum bara að hafa meiri trú á sjálfum okkur. Þórður Pálsson, ég held að þetta séu ágætt loka orð. Ég þakka þið bara mikið vel fyrir komuna hérna í hlutaðarspjalli. Við höfum náðu aðeins að hlaupa yfir hérna á þessum tímamótum. Beygjuskilum. Já, beygjuskilum, já. Og þetta kom frá okkur á þess að við slettum neinu. En takk mikið vel fyrir komuna. Þessu loki hjá okkur í dag. Takk hérlega.